held að þetta sé bara svona breyting í viðhorfi hjá fólki. Fólk þú veist, að hugsa heilsuna, það vill vera úti og hreyfa sig og þetta náttúrulega bara enn önnur frábær leið til þess að halda sér í formi og halda sér hraustum, sko. Á síðustu árum hefur áhugi á hjólreiðum aukist mikið, enda eru hjólreiðar ódýr, heilsusamlegur og umhverfisvænn ferðamáti. Hjólreiðafélag Akureyrar hefur verið starfandi í 3 ár og félagið hefur ýmislegt á sinni könnu. Já, við erum í rauninni alhliða félag. Við sem sé erum keppnisfélag, við stuðlum að stígagerð í bæjarlandinu, hérna fyrir ofan Akureyri og hérna í Kjarna sem við erum stödd og við höldum sem sé æfingar og erum sem sé líka svona hagsmunafélag, reynum að gæta hagsmuna hjólreiðamanna á svæðinu. Nú erum við hérna í Kjarnaskógi eins og sagði, sem hér er svolítið stór hjólabraut og ég skil sem sé svo lengst á landinu eða hvað? Já, hún er sem sé nær rauninni frá gönguskíðaskálanum upp í Hlíðarfjalli og hérna niðra vegi. Þannig að þetta eru rúmi 15 kílómetrar og mest allt í niðrimáti. Útlendingar sem hafa komið á hjólað hérna, þeir segja þetta sé alveg heimsmælikvarða því þeir eru vanir að vera allan tíman bara á milli trjáa eða eitthvað. En hérna byrjar í möl og mýrum í Hlíðarfjalli og endar á klöppum og trjám hérna í seinasta hlutanum. Þannig að bara fjölbreytileikinn er svo frábær og þetta er ástæðan fyrir að við nennum að leika okkur hérna helst alla daga sem erum í þessu. Og fólk þá duglegt að nýta sér þetta? Já, það er þarna. Og við eigum líka alveg bara frábært keppnisfólk orðið því að bara aðstæðarnir hérna bjóð upp á að fólk nái bara að bera af. Þetta er náttúrulega bara skiptir öllu máli. Hérna með þessa fjallahjólabraut bara í bakgarðinum og getur æft alla daga ársins þess vegna, sko, ef þú hefur vilja til. Og svo náttúrulega er frábært svæði hérna í Eyjafirðinu til að stunda götuhjólreiða líka og þetta bara skiptir öllu máli hvort sem maður er að keppa eða bara gera þetta sér til skemmtunar. Eins og fram hefur komið er góð aðstæða fyrir hjólreiðar á Akureyri en í bænum mikið brattar brekkur. Hindrar það fólk í að nota hjól sem samgöngutæki? Nei, alls ekki. Það aftur á móti það eru margir sem hræðast að byrja að hjóla því að þeir horfa alltaf bara á gilið og halda þessi eina brekkan í bænum. En sem sé ef þú býr til dæmis eins og upp á brekku þá er auðveldasta leiðin ef þú ætlar að hjóla heim í jakkafötunum og svitna ekki. Það er að hjóla bara til dæmis upp Skarðshlíðina. Þú ert bara aldrei einum alveg að halla þar. Og síðan þarft ekki að hjóla nema 3 heim upp einhverja þessum brekkum, þá hún bara orðin auðveld. Þú ert rosalega fljótur að komast í form á hjóli því það er engin ekkert álag á liði eða eitthvað svoleiðis. Og þegar mann er að byrja þá mitt hjóla mann bara á jafnsléttu í þeirri hæð bæjarlandsins sem mann út af brekkunni, hjólar út í þorp og tilbaka fyrst og þetta búið að gera það, sko, salan á hjólum hérna í bænum bara fram úr öllu sem hann hefur áður verið. En eru þá hjólreiðar, þetta eitthvað sem hentar hverjum sem er? Já, algjörlega. Það alveg ástæða fyrir því að við vorum öll á hjólum sem krakkar. Þetta náttúrulega hentar bara öllum og ætti bara að fylgja manni alla ævi út. Þetta er hrikalega góð hreyfing og ég vil meina það. Þetta hentar bara hverjum sem er. Krakkar eru hættir að taka bílprófið endilega 17 eins og þeir gerðu áður. Þeir vilja frekar nota peningin sína til að fara til útlanda og gera eitthvað skemmtilegt heldur en reka og kaupa bíl. Og þess vegna eru unglingar eins og í menntaskólanum og verkmenntaskólanum farin að vera meira og meira á hjólum eða nota strætó og það bara ekkert lengur eitthvað annað eða eitthvað ankáralegt við að hafa ekki bílprófum 20. Og þið sjáu bara í New York og öllum sem stórborgum úti, þá eru fólk bara löngu hægt að taka bílpróf. Þetta býr bara í stórborgum og það hentar best að nota samgöngukerfin og hjól til samgöngna. Núna er fólk líka farið að huga virkilega að heilsunni eins og Jonni sagði áðan. Og fólk sem seldi annan bíli sinn í hrunnu fór að hjóla því að bensíni fór upp í 250 kall og allt þetta. Það bara enn á hjólinu. Það ekki búið að fá sér hinn bílinn aftur. Þannig að það segir bara svolítið mikið að fólk þarf bara að prófa þetta og kynnast lífstílnum. Og það enginn að tala að mann að henda bílnum og eiga ekkert nema hjól heima. Það hægt að blanda þessu saman og bæði stuðla umhverfisvernd og spara pening.